Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú löggjöf mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð yfirist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og lífhörni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Thine
eins og það skráð hjá Lúkasi guðspjallamanni og hljóðar svo í Drottins nafni. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýrenius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur Drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, hér munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita, sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Amen.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Birta jólanna sé hjá yður og með yður öllum. Amen. Já, gleðileg jól. Þessi kveðja hefur borist okkur undanfarið með ýmsum hætti. Kærleiks kveðja þar sem óskað er velfarnaðar, gleði og friðar. Á jólum er annað lagt til hliðar, hið góða skal ríkja og mannkyn allt skal ekki óttast, heldur fagna yfir þeim boðskap sem jólin færa börnum jarðar. Það er oft talað börn og jól í sömu andráni. Ef einhver hátíð er hátíð barnanna, þá eru það jólin. Og þá finna hinir fullorðnu einnig barnið í sér, jólabarnið, og minningarnar frá bernsku jólunum koma fram. Flestir sem rifja upp jólaminningar hverfa aftur til bernskunnar, til jólanna sem þeir muna eftir úr foreldrahúsum. Og margt af samferðafólki okkar man enn eftir gömlu jólunum, kertunum, baðstofunni og einfaldleikanum. Þegar andstæðurnar voru meiri og jólunum fylgdi betri matur og meira ljós í bæinn en venja var hversdags. Og þó að allt hafi verið fátæklegra og fábrotnara en nú er víðast hvar, þá eru það þessar minningar sem eru fólki dýrmætar og kærar og næra hugan enn áratugum síðar. Slíkar minningar eru fjársjóður og þess vegna er það mikilvægt að sem flest börn fái að eiga góðar minningar frá jólahátíðinni, því þær minningar safnast saman í sjóðinn góða sem sálin geymir og mótar okkur. Stundum minnti Jesús hina fullorðnu á barnið sem býr innra með hverjum og einum. Leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki, sagði hann eitt sinn við lærisveina sína. Og þegar þeir spurðu hann hver væri mestur í himnaríki, kallaði Jesús til sín lítið barn og sagði við þá: hver sem auðmýkir sjálfan sig og verður eins og þetta barn, sá er mestur í himnaríki. En hvernig ber að skilja þessi orð hans? Hvernig verðum við eins og börnin? Þegar Jesús talar það að hinir fullorðni verði eins og börnin, þá finnst mér hann vera að tala einlægni og sakleysi, trúnað og traust. Þegar séra Matthías hugsaði til bernskujóla orti hann: aldrei skyn skilningskraftur minn skildi betur jólaboðskapinn. Barsögurinn er opinn og atburðir jólanna verða ljós lifandi í hugum barnanna. Þau finna til með Maríu og Jósef sem hvergi fengu húsaskjól nema í gripahúsi, og þau sjá fyrir sér barnið sem lagt var í jötu og greina jafnvel hvernig birtan frá jötunni
lýsti upp fjárhúsið og sjá englana allt kring. Englana sem boðuðu mannkyni þann fögnuð að frelsari heimsins væri fæddur og að ekki skyldi óttast. Englana sem sungu dýrðarsönginn og boðuðu frið á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þess var minnst á þessu ári að 250 ár eru liðin frá fæðingu listamannsins fræga Alberts eða Bertels Thorvaldsen. Faðir hans var fæddur á Reynistað og ólst upp á Miklabæ, en Karen móðir hans var dönsk. Þegar Thorvaldsen gaf íslensku þjóðinni listaverk eftir sig, ákvað hann að það yrði skírnarfontur og hann má sjá í Dómkirkjunni í Reykjavík. Það var engin tilviljun að hann valdi skírnarfont sem gjöf. Það listaverk ekki bara til að horfa á og njóta og dást að. Það listaverk til að nota. Það nýtist bæði börnum og fullorðnum. Í kringum það listaverk verður heilug stund. Leyfið börnunum að koma til mín. Frá því listaverki stafar blessun og gleði og það kallar einnig fram þakklæti og lotningu fyrir því lífsins undri sem sérhver barnsfæðing er. Kannski má segja jólin svipað og þennan skírnarfont. Þau ekki bara til að horfa á og njóta með ljósadýrð sinni og skreytingum öllum. Þau eru líka til að nota, til að kalla fram helga og blessaða stund. Kalla fram barnið í okkur, til að efla okkar barnatrú eða finna hann á ný, ef hún hefur glatast einhvers staðar á lífsleiðinni, í áhyggjum og erfiði fullorðins áranna. Það bæn okkar að þið megið öll eiga gleðileg jól. Mér sérstaklega hugsað til þeirra sem eiga sárt að binda vegna náttúruhamfara eða annarra hörmunga og til þeirra sem nú dvelja á sjúkrahúsum og dvalarheimilum og get ekki notið jólanna með sínum nánustu ástvinum og ættingum. Hugur okkar einnig hjá sjúkum og vanheilum og þeim sem áhyggjur þjaka. Megum við öll sjá birtuna sem þessi ljóssins hátíð vitnar Já, Guð gefi okkur öllum gleðileg jól í Jesú nafni. Amen.
er Drottinn hefur kennt oss. Og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þitt vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunauki. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Meðtakið drottinlega blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsi yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.